Lög bankaskatt sem fjármagna á skuldaniðurfellingu standast ekki stjórnarskrá, segir einn reyndasti lögmaður landsins. Ragnar Hall hæstaréttarlögmaður telur að lögin bankaskattinn sem verður að mestu greiddur af þrotabúum föllnu bankana sé óskuldbindandi. Hann telur einsýnt að dómstólar dæmi skattinn ólögmætan en slitastjórn Kaupþings ætlar að láta reyna á lögmæti skattsins fyrir dómstólum. Þorbjörn Þórðarson. Hæstiréttur kvað upp merkilegan dóm síðastliðinn þriðjudaginn þá var tekist á hvar opinber gjöld röðuðust í réttindaröð krafna í þrotabú. Í dómnum segir opinber gjöld sem lögð eru á þrotabú vegna starfsemi þess eftir upphaf gjaldþrotaskipta teljast til skiptakostnaðar samkvæmt öðrum tölulið 110. greinar laga gjaldþrotaskipti. Hjá fjármálaeftirlitinu, Seðlabankanum og víðar hafa lögfræðingar verið að velta fyrir sér þýðingu þessa dóms fyrir bankaskattinn svokallaða en hann leggst á skuldir fjármálafyrirtækja í slitameðferð 0,376% af heildarskuldum. Lögin vegna skattsins eru frá desember og voru samþykkt löngu eftir upphaf slitameðferðar. Ragnar H. Hall hæstaréttarlögmaður hefur meira en 30 ára reynslu af gjaldþrotaskiptarétti. Í fyrsta lagi þá finnst mér að það blasi við í forsendum dómsins að Hæstiréttur segir beinlínis að rétthæð krafnanna fari eftir þeim lögum sem voru í gildi þegar slitameðferðin byrjar. Bankaskatturinn samkvæmt lögum skatt á fjármálafyrirtæki, hann var ekki til þegar að slitameðferð bankana hófst. Þannig að ég hef miklar efasemdir það að kröfur ríkisins samkvæmt þeim lögum geti notið samskonar forgangs eins og dæmt var í þessu máli. Ragnar telur að bankaskatturinn sé lögmætur gagnvart fjármálafyrirtækjum sem eru ekki í slitum en ekki gagnvart bönkum sem fóru í slitameðferð löngu áður. Til skoðunar hjá þrotabúum Kaupþings og Glitnis að láta reyna á lögmæti bankaskattsins. Ragnar telur að verði látið á þetta reyna fyrir dómstólum muni dómstólar dæma skattlagninguna óskuldbindandi. Það gæti haft meiri háttar áhrif því skatturinn á að fjármagna skuldaleiðréttingar ríkisstjórnarinnar. Ég tel það að þessi skattur hann get ekki fengið að njóta forgangs í búunum vegna þess að lögin voru ekki til þegar slitameðferðin byrjaði og þess vegna þessi skattlagning ekkert annað en eignaupptaka hjá fyrirtækjunum sem voru þegar komin í slitameðferð. Svo geti farið að þrotabú stóru bankana verið þvinguð í hefðbundin gjaldþrotaskipti og verða þá kröfurnar greiddar í íslenskum krónum. Hugsanlegt að þrotabú stóru bankana verið þvinguð í hefðbundin gjaldþrotaskipti og þá verða kröfur greiddar í íslenskum krónum. 2 sérfræðingar Seðlabankans vinna nú að ítarlegu líkani greiðslujöfnuð Íslands. Að svo búnu mun Seðlabankinn taka afstöðu til nauðasamninga Glitnisbanka. Þorbjörn Þórðarson. Uppgjör þrotabúa Kaupþings, Glitnis og Landsbankans ógna efnahags- og gengisstöðugleika á Íslandi. Af þessum sökum hefur Seðlabankinn ekki viljað heimila nauðasamninga þrotabúa Kaupþings og Glitnis. Þá hefur slitastjórn Glitnis tvívegis reynt að fá undanþágur frá fjármagnshöftunum til að greiða kröfuhöfum kröfur í erlendum gjaldeyri. En í fyrra skiptið var erindi hafnað og Seðlabankinn hefur ekki svarað síðara erindi slitastjórnarinnar. Ástæðan svo að sérfræðingar Seðlabankans vinna nú að ítarlegri greiðslujafnaðargreiningu íslenska þjóðarbúsins. Það líkani svokallað Balance of Payments. Þetta líkan mun gefa Seðlabankanum gleggri mynd af áhættunni sem fylgir nauðasamningum bankana. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að svara erindi Glitnis þegar þessari vinnu lokið. Seðlabanki mun svo lögum samkvæmt hafa samráð við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra hvort veita í undanþágur. Fari svo að beiðnum undanþágur verði hafnað sem talsverðar líkur eru á með við upplýsingar stöðvar 2, gæti farið svo að slitastjórnir Kaupþings og Glitnis verði þvingaðar til þess að falla frá nauðasamningum og bankarnir fari í hefðbundin gjaldþrotaskipti og eignir búanna verði gerðar upp í íslenskum krónum sem lögeyrir hér á landi. Í frægum dómi Hæstaréttar frá síðastliðnu hausti segir gert ráð fyrir því í lögum gjaldþrotaskipti að við úthlutun úr þrotabúi séu kröfur greiddar kröfuhöfum í íslenskum krónum, hvort sem kröfurnar eru greiddar í einu lagi eða aðeins hluti þeirra. Túlkun þessa dóms og þýðing hans fyrir málið umdeild. Ég held að það ekki með óbreytt lög, þá engin leið til þess að þvinga þessi þrotabú eða bú þessara föllu banka í gjaldþrotaskipti, né til þess að greiða þess að greiða út í íslenskum krónum. Það ævinlega háð mati skiptastjóra hverju sinni við þrot í hvaða gjaldmiðli greittir út eftir atvikum að höfðu samráði við kröfuhafa að slitastjórnir
þeim ber heimild til þess að, þeir hafa heimild til þess að leita nauðasamninga, en ef að þær telja að slíkir samningar séu útilokaðir, þá ber þeim skylda til þess að óska eftir gjaldþrotaskiptum á þessum búum. Það hins vegar ekkert sem hefur komið fram ennþá sem að réttlæta mínum að slitastjórn Kaupþings allavega óski eftir slíkum skiptum hvað Kaupþing varðar.